Liði gestanna þessu inn í Fjölnis er þannig skipað að nr. 2 er Gunnar Valur Gunnarsson, hann er jafnframt fyrirliði. Nr. 5 er Ómar.
Já, mjög sáttur. Það bara ekki annað hægt. Frábært að enda tímabil með svona sigri. Fyrir Konna, jú, hefði verið skemmtilega en það alltaf gaman að skora mörk og skora 7 mörk í einu leik, alltaf bara frábært, mjög gaman. Þetta alltaf ekki ásættanlegt að enda í 7. sæti. Það allavega mitt mat og klárt mál að við hefðum getað gert betur og áttum að gera betur. En þetta niðurstaðan og við verðum bara að byggja ofan á það og gera betur næst, það alveg ljóst. En þetta ekki, allavega mínum að þetta ekki nógu góður árangur. Já, við fengum mjög mikið mörkum á okkur, ekki þetta því og sérstaklega í seinni umferðinni það sem við kannski bara lentum í miklu ströggli, fengum mjög mikið mörkum á okkur og auðvitað er það alltaf stór skýring að slöku gengi í seinni umferðinni og því að ég vilt vinna sleikir og góðri vörn og góð speki, það er betra að halda hreinu og skora mark, það á vel við. En við þurfum bara að laga það er ljóst líka. Ég veit það ekki, við fjallum út í 8. liða og það er ágætis árangur reyndar en ég held kannski, jú, að menn hafi fallið út í leik sem að kannski, svona við kannski klúðruðu frekar en að þeir unnan, að það kannski hafi setjað eins í mönnum eitthvað eftir og það komin okkur skelli fljótlega eftir þeim leik. Þannig að Ísland að skora greinilega, þannig að jú, það má vel vera það eitthvað trufla þarna á tímabili en svona samt sem áður, það áttu mjög góða kaflinn á milli og við þurfum bara að byggja á það. Það er erfitt að segja akkurat núna en klárlega verða einhverja breytinga, það er bara alltaf þannig en hver það er að verða, það vitum við ekki ennþá, en það verða, þannig að þá bara eftir að koma betur í ljós. Bara lifið þróttur. Herru, já, ekki spurning. Bara náttúrulega síðasti leikun á ferlinum og frábært að fá þann heiður að vera fyrir lið. Það er svona 90% líkur á því. Ég ætlaði nú að hætti fyrra sko, en tók 1 ári viðbót, lenti svo í meiðslum. En ég svona býstu því. Það er svona líklegast. Nema ykkur nái að vera mjög samfærandi á lokahófinu í kvöld. Náttúrulega að spila í úrvalsdeildinni 2003 og náttúrulega að falla eftir að hafa verið efstir eftir fyrir umferðina. Það var náttúrulega mjög skemmtilegt tímabil, svo voru spiluð líka í úrvalsdeild 2005 og svo verið ég aðeins með í úrvalsdeild 2008-2009, þannig að það náttúrulega, en svo náttúrulega bara, þetta er náttúrulega komin 14 ári eða eitthvað og náttúrulega búin að spila með mörgum frábærum leikmönnum, það náttúrulega líka já. Það var vissulega mjög sérstakt, en ég náði nú að sjá megnið af honum sko, en já, það var mjög sérstakt. Heyrðu, fyrsti leikurinn með meistaraflokki var reyndar með Fjölni, ég segi ekkert oft sko, en þannig að það var ágætlega gaman að spila síðasta leikinn sinn í meistaraflokki á móti Fjölni. Bara náttúrulega þakka öllum fyrir að mæta á leikinn og það eru náttúrulega margir sem eru rosalega duglegir að fylgja okkur og bara manni þykir rosalega vænt það og sjá það alltaf, þannig að ég bara þakka fyrir stuðninginn.